Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Mér langar til að þakka öllum þeim sem hafa gerst áskrifendur af þættinum vegna þess að skipti mjög miklu máli til þess að dreifa efninu sem ég er að taka upp að fólk sé áskrifendur. Svo ef þú myndir vilja smetla á að subscribe takkan þegar þú ert búin að hlusta á þetta skemmtilega viðtal sem ég ætla að eiga hérna við hennar Sigrúnu Unnsteinsdóttir sem er gestur minn í dag, að þá væri ég mjög þakklátt. En velkomin í þáttinn til mín, Sigrún. Takk, gaman að koma. Mér langar aðeins, ef ekki aðeins að kíkja á bara æsku þína og uppvöxt til þess að sjá hvert leiðir þín hafi í rauninni legið í lífinu. Já, ég er ólst upp í 10 systkinahóp í Garðarhepp gamla og áður en að það breyttist í Garðabæ þá var ég farin að heiman. Já, ok, Þannig að ég var svona hreppari. þú varst reppar, já. Ég man Já, eftir Garðarhepp, þú veist þegar það hét Garðarheppur. já. En þetta verður ekki verið neins smá fjölskylda. Nei, við vorum 10 og ég var næstelst og mikið um að vera náttúrulega allan daginn, alla daga. Og það er svo gaman að segja frá því að mamma hafði gaman að því að kolfa bolla og var reglulega að spá í bolla Já, og þá hún sett alltaf bollan á hvolf á ofnin í eldhúsinu, ekki bakarofnin, heldur hinn já, ofnin já, og já, þar lágu taumandi niður oft af kaffi og það voru yfirlega margi bollar á ofninum og amma spáði í spilabolla já, og systir hennar var frægur lækningamiðill Ragnhildur í Tjarnagötunni. já, ég man eftir sko henni, eða ég man eftir að mamma talaði um hana vegna þess að hún fór með ömmu þangað. En þá var talað um sko lækningamiðla alveg eins og það mætti ekki Já, segja það mjög hátt, sko. nei, það þurfti að fara svona svolítið lengt með það. Já, En hún hjálpaði mörgum og þannig að ég er alin upp í þessum bara einhvern veginn þessari bylgjulengd. já, Og amma, ég man að amma spáði í venjuleg spil og það voru alltaf teknir hundarnir upp að sexunni, þannig já, að það voru 7 og upp úr. já, hundarnir voru teknir út. Já, Já, og svo var búin til eitthvað kross. Ég er nú ekki alveg nákvæmlega vissum hvernig hún gerði það en hún lagði eitthvað svona kross og hundarnir voru aldrei með. og var Og hún þá bara að spá í spil svona fyrir fólk sem kom í heimsókn eða var það að koma allavega fólk til hennar? já, allavega og svo líka náttúrulega við vinkonina þegar við vorum á unglingsárunum. Þá var náttúrulega ægilega spennandi Sigur Rúna, ég var alltaf kallið Rúna þegar ég var lítil. Já, Rúna hefði ekki að fara til ömmu hennar og bara láta hann að spá fyrir okkur. nei, var það, en gaman. Já, þannig að þetta var svona gaman og líka bara að mamma hafði mikinn áhuga á þessu og hún var alltaf að spá í bolla þó hún færi aldrei, það sjaldnast neitt nefn út á snúru. Hún, hún var náttúrulega saumakona, Já, 10 barna móðir, tók að sér heimasaum fyrir bæði fyrirtæki og einstaklinga og satt við saumavélina allan daginn, alla daga á milli þess sem hún synti unga börnum og ég var náttúrulega sett í eldhúsið mjög fljótt og þau og var verið svona rosa hjálpa. heimili. Já, og við vorum með kostgangara líka til að létta undir heimilinu og við vorum með nokkra kostgangara sem voru sest, í Stálvík, Já, skipasmíðastöðinni einmitt, já, og það var bara 5 mínútna lapp frá mínu heimili. Ég átti heima på Hraunsholtinu þannig rétt hjá Hjaðni og þar. já, já, Og sápugerðinni Frigg, ég var bara einmitt. rétt fyrir ofan sápugerðinni Frigg. Þetta var svakalegt iðnaðarsvæði. Þetta var það, já, Já, og svo náttúrulega horfði ég á flatirnar byggjast upp og allt þarna, sko, þetta var bara gjörbreyttur heimur, sko, þegar ég kom tilbaka. Ég fór til Luxemburg sem au pair, sem 17 ára gömul já, og þegar ég kom heim aftur þá var ég orðin 18 og þá fekk ég vinnu í nýju veitingahúsi sem var að opna þá með popp og prakt, sko, það hétt Skrínan á Skólavörðustíg 12 alveg þar rétt, sem að já, Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis var ég held að hafi tilhert Skólavörðustíg 12 já, og hotnun á Bestaðastræti og Skólavörðustíg og einmitt, það já, var opnað sérst, hausti 75 já. og þá opnað Skrínan og ég var ráðin þar sko bara áður en að opnaði þannig að ég var alveg með frá byrjun og þar lærði ég smurbrauð og þar lærði ég að baka pönnukökur Þú hefur nú og kunnað ýmislegt fyrir þér ef þú hefur verið í eldhúsinu mikið hjá mömmuðinni, sko, eða heima. já, ég var Já. alveg sko og þegar ég fermdist þá sá ég alveg um fermingarveisluna mína 14 ára gömul
Fólk Vá, bara trúir þess ekki þegar ég er að segja þetta er satt. Ég bakaði allt og gerði brauðtertun og allt, sko. vá, En ótrúlega. svo þegar ég kom hana í skrínuna og fór að læra smörbrauð og baka pönnukökur, að þá var fullan kona þar sem að við kallum Gunna Gísla, og ég Guðrún Gísladóttir og var hérna bjó eitthvað staðar hérna í Bestaðarstrætinu. Já, Og hún sagði að textinn Gunna var í sinni sveit, saklaus prúð og undirleit hefur samið um sig. nú er það. Og það getur vel verið að sé rétt hjá henni. Já, já, það er Við, gott að því hérna. það var stundum ég var strítt með þessu sko. Gott að vita að það var ekki ég. En hún kendi mér að baka pönnukökur. Já, Og síðan lærði ég smurbrauð þar og þegar nýja kökuhúsu opnaði við Austurvöll, konditorið, í já. gamla Ísafoldarhúsinu, þá var ég Shanghai þangað og Ah, var með þar alveg frá byrjun og rak smurbrauðstofuna, stofnaði hann og rak hana þarna í 4 ár. Og hún var upp á annarri hæð í Austurstrætinu og ég þurfti að labba með allt smurðabrauðið og allt gúmmilaðið út í Austurstræti og gegnum bókabúðina Ísafold og alveg þaðan inn í rétt. kökuhúsið. Það var svoleiðis, já. Já. Vá. Og svo keypti ég sjoppuna sem var hann í hotninu sem að er núna sko bara gangur út í Ingólfstorg. Sem var svona á milli, já. Já, það var að loka þarna áður. Það var Já, svona skúrareksn eitthvað þarna sem að var á milli og lokaði sem sagt, þessari leið. já, Og þar var sjoppan sem að ég keypti 1979. Það keypti ég sjoppuna þar. já. 22 ára gömul. Og ég Allt og í þér. maðurinn minn og við breyttum henni alveg í svaka sölutörn sko, við kallum þetta sölutörnum Austurvöll og við vorum hérna þegar myntbreytingi var 1981 og Ah, það var bara góðsenn tíð að vera með sjoppu þá sko. já, ég skal alveg trúa því. Þannig að maður er bara búin að prófa ýmislegt sko. Já, það er hérna, en sko blundar alltaf í þér að vera að spá eða gera eitthvað slíkt Já, sko, ég fekk velun í barnaskólanum, ég var með hæstu meðalengu þegar ég var 11 ára, fekk Já, 9,08 í meðalengun sem að þykja, ég bara alveg, þetta er svakalega há tala. En frábært, já, já, ég fekk velun, afmælisdagabók með stjörnuspám og þá kveiknaði stjörnuspeki áhugi minn, alveg bara strax og ég vildi alltaf vita í hvað stjörnumerki allir var í kringum mig. Það var bara eiginlega orðin árætta hjá mér og svona á unglingsáranum þá fekk ég þetta svolítið svona, tók þetta svolítið meira og talnaspekina inn í. Lastu þá Lindu Gudmann og bókina hennar um hérna stjörnspeki? Já, trúlega, ég las Það reyndar er ekki svona mikið. eina sem ég man eftir að hafa komið út á íslensku fyrir utan bókina sem að Gulli Stjarna skrifaði, Gunnlaugur Guðmunds. Já, ég átti einhverja bók sem var skrifað á íslensku, hún var dálítið stór Já, og síðan náttúrulega tók við bara flytja heima og stofna heimil og eignast börn og það allt, þannig að þetta svona bara blunda alltaf í mér. já, Og einhver tíman, ég man ekki hvernig ég datt tarotspilin. Það var ábyggilega 40 ár síðan, en það var svo heillandi, sko, það sem að heillaði mig mest í tarotspilin er að þau eru, sko, þau sameina þetta allt saman. Þetta er já. allt í tarotinu. Já, þú meina Stjörnumerkin, talnaspekin og stjörnumerkin og allt já, það. Já, elementin, vatnið, loftið, já, eldurinn. já, Svo gaman sko þegar maður fer að skoða þetta betur og betur að þá er spilastokkurinn gamli, eða sem já, sagt bara spilastokkurinn sem við notum til að spila með, já, að þetta lágspilin í tarot er bara mjög sambærileg við spilastokkin nema rittarinn bætist við, já, þannig að þau eru 56 í staðin fyrir 52 í venjulegum spilastokk. einmitt. Og elementin eru náttúrulega líka þarna því að hjartað eru náttúrulega byggararnir Já, og spaðin eru sverðin já, og tígullin er myntin og já, laufið er stafirnir. já. Þannig að þú getur í raun og verið tekið lágspilin í tarot og bara spila Olsen Olsen eða hvað sem er, skilur við. Þannig að þetta er Já, svolítið já, gaman að já, sjá já, þetta svona. já, það er sko, það er svona samtenging í öllu Já, þegar við förum að skoða það, sko, já, og svo fer maður bara dýpra og dýpra og þegar að skoða litina í tarotinu og þú veist, og ef maður er til dæmis að leggja lagnir,
er mikið vatn þarna, eru tilfinningarna þarna, þú veist, eða er mikið að sverðum. Sverðin eru alltaf sko erfiðust eiginlega finnst mér Já, af þessu öllu saman því að það eru hugsanirnar okkar og hérna orðin takmarkanir okkar okkar. og flekkir hugafarsins og það allt saman. Já, já. Og hérna þannig að það er svona mesta hérna kannski challengeið okkar í lífinu, það eru sverðin sko. Já, ég get alveg trúa því, því að sko hugurinn okkar er eiginlega mesta áskorunin vegna þess að við ákveðum svo hér uppi hvað við getum og hvað við getum ekki. Já, já. Þannig að ég held að það sé alveg rétt að sverðin séu það og kannski skiptir aldrei eins miklu máli eins og nú í þessari breyttu orku sem er í heiminum í dag Mhm. að við förum að stýra þessum hugsunum. Mhm. Láta þær ekki vaða með okkur út um allt eða oh my god, þetta er aldrei hægt eða eitthvað, þú veist. Já, já, Heldur, þetta er það sem ég ætla að gera, þetta er stefnan, þú veist, þá eftir að ganga, það er, já. já. Og En svo var, eru háspilin já, 22 já, og þau eru náttúrulega að ganga sálarinnar í gönnu lífið. já, Og þegar við sjáum sko meir en 30% af lögn til dæmis í háspilum, þá erum við að gangi í gönnu mikilvægt tímabili okkar lífi. Og hérna, þá eru stóru hlutirnar að gerast. Þá erum við ekki já, bara að fara í vinnuna og kaupi matinn og eitthvað svona. Þá eru nei, stóru nei, hlutirnar að gerast. já, Og stundum endilega ræðum maður ekki ferðinni heldur sjálfur. nei, það er ýmislegt sem er planað, það er Já, með það á hreinu, sko. já, Þá tekur lífið okkar á svona beygju. já, Þú veist, ég meina, fyrir 1980, sko, eða 1985, ekki segja mér, ég hefði átt eftir að flytja út á land, sem ég gerði 1995, það var alveg svona beygja, sko. já. En Þetta er það var bara ótrúlegt. eins og að vera skrifað í skýin, sko. Já, ég hef oft lent í svona mómentum þar sem að hefur bara, wow, þetta var skrifað í skíin, sko. Þetta Já, var eitthvað sem já, að bara, og hérna, ég man eftir að svo náttúrulega er ég búin að vera í alls konar vinnum og ég var í hérna flúrsendlampaversmiði sem að tengdapappi stofnaði og rak í tæpa 4 áratugi í Skeifunni 3B. já, Ég var þar í 13 ár og þá vorum við að flytja inn alls konar hérna dót og svona hérna viðvíkjandi lömpunum en svo langaði okkur að prófa eitthvað nýtt þannig að við fórum að flytja inn faxtæki á, frá fyrirtæki sem hétt Hyundai sem var setna frá að framleiða bíla já, og hérna og við fengum send 8 faxtæki sem voru svona daldið miklu hlunkar svona þetta var svona eins og stórar hérna ljósitunavélar ég man eftir faxtækjunum, sko, ég var að vinna með svo og, leiðis. og ég byrja að reyna að selja faxtækin þetta var sko bara alveg bara þú veist fyrst Já, ég byrja að reyna að selja faxtækin og ég hringi ráðuneytin og lánasjóðin og ég veit ekki hvert ég hringdi ekki sko í bankana og það sá engin þörf fyrir svona tæki þau vissu bara ekkert hvað við vorum með þannig að við náðum með herkjum að selja þessi 8 tæki og ég man að þau kostuðu sko frá okkur þá 170.000 sem hefur verið mikið. sem að var svakalega mikið og þetta var sko, ég held þetta hefði verið 84 eða eitthvað Já, svoleiðis já. og 2 árum setna þá var þetta bara komið inn á annarkvort heimil í landinu sko. Þannig að þetta var ótrúlega fyndið Það var sko svo mikið, það gerist svo hratt, mm. eins og manstu þegar fyrstu vídeospilarnir komu, þú veist, þannig myndbandspilarnir. Já, Þá voru allir bara svona, nei, aldrei þetta. Ég man alltaf sko að því að við vorum þá með hljópatækjaverslun og við já, náttúrulega fengum okkur svona tæki og vorum að prófa á hvernig það væri og svona. Og svo er ég eitthvað að segja frá því þegar ég hitti vinkonu mínu í saumaklúbb og það er alltaf þú með þessi tæki og eitthvað svona. Og svo næst ég hitti er hálfum mánuði setna þá var alla konar með það. Skilur. já, Þannig það var bara hjúp. Svo þetta er það, ótrúlega. ég held að sko að það er eitt við Ísland að þegar það gerist eitthvað að þá erum við svo fá að Já, það breyðist svo hratt út. já, Það hjarðhegðunin er náttúrulega dálítið mikil já, og nýjungagirnin og líka. nýjungagetnin, já, Við já, þurfum alltaf að vera með allt það nýjasta. já. En það kveikt enginn á þessu alveg strax, þannig að þetta var svolítið skemmtileg lífsreynsla. Það verið erfið sala. Já, þetta var erfið sala. Já, En við endum með að selja þessi 8 tæki og við pöntum ekki fleiri. nei, Þau voru svo dýr, en þau voru rosalega sko vönduð og þá ég talaði við eitt sem hafði átt þetta í 20 ár og það var bara, virkaði bara fínt sko. já.
En sko faxtækin verða eiginlega til út af því að Japanirnir voru alltaf að skrifa, þú veist, táknin og þú gast ekki settað eins og með telefaxi eða eitthvað svo leiðist. Já. Þegar faxtækin urðu til út af því, þeir fundu þau upp út af því. Já, og svo þarna gat maður líka að fara að teikna upp alls konar sko lampa og típur og svona og sett bara teikningarnar út. Já, Bara ekkert mál. Þetta nei, breytti rosalega miklu, sko. já, Og hérna þetta var bara skemmtilegt ferðalag og svo var ég komin, svo byggðum við náttúrulega hús upp í Grafarvogi og í húsakverinu og við keyptum búðapláss þarna í Brekkuhúsum 1 já, við hliðin á fyrstu Sixack-búðinni, svona Brekkuhúsum 1 í já, Grafarvogi já, fyrir ofan Elliheimili Eyr já, og þar er núna gigtafélagið búið að koma sér fyrir í því húsi. allt breytist. Já, en þar opnaði ég rittvanga og leikvangaverslun og rak hana þar í 4 ár. Já, Og draumurinn hjá mér var náttúrulega að opna svona búð svona á þessari bylgjulengd sem þú varst í Kringlunni til dæmis, Betra líf. Við já, langaði að opna svona eitthvað svona andlega búð og svona blað. Þetta var náttúrulega ekki staðurinn fyrir hana, fyrir nei, fimmuna nei, sko, já, í svona útkörfi. já, En þetta bara endaði svona og ég vildi bara vera með vinnu nálægt heimilinu því ég átti 4 börn sem að, þú veist, kom og fór í skólan og svona og þetta var bara 500 metrum frá heimilinu. ég skil henni verið mjög þægilegt upp á þau, Já, tenging, já, þannig að þau gáttu bara komið til mín eftir skóla og yngstu sonur minn hann kom oft til mín eftir skóla og lærði bara á bakvið hjá mér já, og hérna þannig að þetta var búið þægilegt sko. En svo yndislegt, endaði með því að hérna að ég gat ekki meir, ég var hérna sérst maðurinn minn til 27 ára, hann var veikur alkoholisti já, sem hann náði að hætta hann í 12 ár, ég ætlaði að fara frá honum sko þegar elsta var 2 ára já, og þá hætti hann að drekka í 12 ár og þá bættust 3 börn við á þessum 12 árum og það síðan er byrjaði duglega hann í aftur framlýslunni, já, já, svo byrjaði hann aftur að drekka sko þegar yngsti var 6 ára og það var bara algjör martröð sko. já, Þarna er ég náttúrulega í búðinni og först í búðinni og hérna og ég einhvern veginn bara varð að losa mig út úr þessu og vissi ekkert hvernig ég átti að fara því náttúrulega því ég var náttúrulega með búð sem að ég rak bara inn og svona. Þannig að það var alveg ótrúlegt sem gerðist, sko. Ég bara bað hérna, æðri mátt bara að hjálpa mér. já, Og það bara endaði með því að það raðaðist upp svona, það kom þarna kona sem hafði unnið hjá mér í sjoppunni 20 árum áður og ég hafði ekki séð hann í 20 ár. Og hún kemur til mín og segir, heyrðu, hérna, og hvað er að frétta og svona, ég segi, já, ég ætla bara að hætta og það var rýmingarsölu og segi, ég skal bara hjálpa þér. Og ég alveg, ég get ekkert borgað henni eitt. Nei, nei, það er allt í lagi. Og bara svo gaf ég henni bara alls konar dót sem hún vildi úr búðinu og við bara kerðum á rýmingasölu. Hún satt hann alla daga og seldi og seldi og seldi og bara hjálpaði mér rosalega mikið. Og hérna síðan náðum við bara að losa búðina og ég seldi innréttingarnar norður á Akureyri. Svo bara síðustu deginu þá kemur kona til mér sem hafði verslaði mig dálítið áður og ég segi eitthvað svona við hana bara, misti bara út um mig, ég segi, átt þú ekki íbúðandi mér? Jú, jú, segir hún. nei, Ég er með lykil í vasanum, vinkona mín var að flytja eitthvað út á land og baði mig um að redda leigjanda fyrir sig. ég fæ Og gæsahúð þetta allar var líka. allt svona og ég bara takk, 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 endalaust sko og hérna ég fekk þessa íbúð og ég gætt losað búðina og hérna og flutt út þarna sem sagt, 2003 eftir 27 ár og ég var bara að veslast upp sjálf af því ég var bara einhvern veginn svo Já, já, búin á því sko, ég var já, bara, ég fann það bara ef ég myndi ekki fara þá myndi ég bara deyja sko, ég var bara já, hætt að borða og reykti bara og drakk kaffi allan daginn og þetta var bara hræðilegt já, ástand sko og hérna og þetta bara raðaðist svona upp og síðan hef ég ekki séð þessa konu, hún bara kom og fór og kom og fór. og Þú bara veist, vera eins og engill. ég er að velta fyrir mig hvort þú sé ekki bara engill sko og Vá, hérna bara, þú veist, þetta er ótrúlegt og ég hef stundum fengið svona hjálp sko, ég bara trúi því að ég sé að fá hjálp þegar ég þarf þess og ég tengi mér rosalega oft upp og bara og tala við englana mína, ég tala yfirleitt við fleirtölu, þú veist, alveg þið, þú þú veist, þegar hefur þið sér hjálpa sagt mér. stóran her í kringu þig. Ég upplifi það þannig að ég sé mér svona, já, það er Já, aldrei gott heimið þarna með mér, já, sko. það er dásamlegt. Já, Það er ég held að sko, þegar fólk hættir að trúa á sinn æðri mátt,
eða að það sé til æðri máttur, þá held ég að sé voðalega snautlegt líf hjá því. Já, ég er alveg sammála því. Af því það að geta farið aðeins inn á við og treyst að það er einhver Mm. máttur sem að er að fylgja manni eða er að hjálpa manni, finnst það skipta alveg opáslega miklu máli og ég sé ef að fólk hefur lent í miklum svona tilfinningalegum erfileikum að það á það oft erfitt með að vinna sig út úr þeim af því að það treystir ekki á neitt mátt. Já, já. Og tarotspilin hafa í raun og veru hjálpað mér bara rosalega mikið og hafa bara verið minn geðlæknir í gegnum árið. Ég hef alltaf spurt spilin og fengið leiðsögn í gegnum spilin. Frábært, alveg frábært. Mér varst eitt mjög skemmtilegt að því að ég náttúrulega kynntist þér fyrir ekkert svo löngu síðan Mm. að þegar við vorum að bjóða okkur fram í stjórn félags eldri borgara og sátum hérna hlið við hlið og það var kosning í gangi og hérna ég spurði hvað heldur að við verðum kostnar og þú alveg, já ég dró keisaran áður en ég kom. Já, ég veist það alveg frábært. Það var alveg dásalegt sko, alveg Já, dásamlegt. En, alveg. en ertu að vinna með spilin eitthvað eða kenna fólki að nota þau eða eitthvað þess aftar? Já, ég er búin að vera svolítið dugleg núna undanfarin ár. Það kom smá lægði í þetta hjá mér bara út af, ég var bara að kafa í öðru. Já, En ég hef alltaf verið með spilin og ég hef tekið svona hópa, sko. Og hérna, ég hef verið að halda dálítið mörg námskeið núna undanfarin ár. Svona tarfat byrjandanámskeið, þar sem að ég já, er einmitt að kenna elementin og hvernig þetta tengist allt saman. Og fer í gegnum öll spilin, hvert einasta spil og ég hef verið að taka svona 6 til 8 manna hópa já. og Er það líka svona að eins spá, og saumaklúpur eða eitthvað já, það er mjög sniðugt, já. vinkonuhópar, saumaklúpar og svona gæsahópar og svona alls konar Já, og bæði til að spá fyrir já, öllum hópnum og ég hef gert svolítið að því líka og þá er það svona korter á mann já, eða þá bara námskeið og það er bara, fer bara eftir í hvað stöðu þær eru, sko. já, já. Hefur nokkuð tíma lent í því að vera að spá fyrir hérna væntalegri brúði og séð að hjónabandi á ekki eftir að gangu? Nei, ég hef ekki lent í því. Að ég var nefnilega að hugsa um svona hérna samband sem ég veit um sko og ég sá Já, strax í upp að það myndi ekki ganga upp ok. og þá náttúrulega bara þegi maður Af og því við hefum allt frjálsan vilja, sko. já ég veit það sko þannig að það er hérna en þú veist að því að maður sér stundum þú veist maður horfir á elementin og orkuna og sér Já, þetta á aldrei eftir að ganga eða hvað þess aftar já, svo er svolítið gaman líka þegar fólk er til dæmis að spurja um ástamálin. já, Að þá reiknar hann alltaf með því að fá bara fullt af bikurum, sko, já, hjörtun. já Og svo kemur kannski bara mynd eða sverð. ú, Þannig að það er svolítið svona, já, þá þarf maður að hugsa býti á hvaða forsendum þú veist, er já, verið að, á hvaða forsendum er þetta? Er þetta ótti við höfnun eða er þetta, þú veist, er þetta afkomuhræðsla eða, þú veist, og svo svolítið gaman líka að taka tölurnar, sko, eða þú veist með ása, þá ertu að byrja okkur alveg nýju. já Fimmurnar eru alltaf breytingar, já það er náttúrulega bara að tala um fimm með bara breytingar já, og og líka bara svona tímabundi, svona óróleiki já, og líka oddatölunar, þær eru alltaf meira svona hreyfingar heldur en að sléttutölunar eru meira svona kyrrstað og já hygg. Þannig að maður getur tekið þetta allt inn í og svo bara, þú veist, hvaða element eru þarna í meiri hluta og hvaða element vantar. Býtu, það vantar alveg þarna einhverja jarðtengingu, eða skilur Já, við? já, ég veit það. Það er náttúrulega, maður sér þetta líka í sko stjörnuspekinni, það vantar alveg jarðtengingu og það er svolítið merkilegt að sko flesta pláneturna núna eru eldur og loft Já, og það er náttúrulega, þú veist, það er í eld og loftmerkjum, mm, þannig að það þýðir náttúrulega keyrsla á einhverju nýju og breytilegu vegna þess að já, þegar við vitum að það er vindur þá keyrir hann upp eldin. já, Þannig að ég held að Júpíter verði núna eftir hérna, ég held að sé 7. eða júni eða eitthvað þess að það sem að hann fer inn í, eða júli, ég man ekki alveg hvort er, sem að fer inn í krabba og þá er hann eina af þessum svona ytri plánetum, þessum hefðbundnu plánetum sem er í vatni. sem getur slögt aðeins eldana.
Aðeins, já. Já. Já, það er náttúrulega rosalega mikið svona keyrsla á öllu og mikið læti í Ofsalegur hraði, öllu. ofsalegur Já, hraði. Já, já, ofsalegur hraði. En segð mér eitt, ertu ekki með spil í hjá þér? jú, það eru hér. Hvaða spil notaru? Ég nota alltaf Right Away Já, spilin þegar ég er að kenna og spá já, og ég handleiki kannski fleiri spil og ég er með englaspil líka sem ég er búin að eiga í 30 eitthvað ár já. og ég dreg oft bara eitt spil. Ertu með þessi litlu mjóu? Nei, þau eru stærri en þessi. Já, er það? Ok. Já, Já, og þau eru dróðu stundum bara eitt á dag, bara þema fyrir daginn já, já, og það ég er svo ger, rosa gott ha, að gera, að draga eitthvað já, svona. já, Mér finnst eitt mjög skemmtilegt að því að þessi litlu mjóu sem voru bara svona pínlítil og þetta var að selja í búðinni hjá mér þegar ég var með hana, að það var sko, þau voru kannski svona eins og svona, þú veist, og og það stóð bara eitt orð á þeim og eitt lítill engill og við vorum einhvern tímann að halda námskeið með erlendum leiðbeinanda og við settum tvö sett af þessum englaspilum í svona stóra mm, skál fyrir þannig að fólk hefði svona gæti dreigið og og hún dró sko responsibility og hún vildi ekki taka ábyrgð, það var bara ekki já, í hennar lífi, svo hún skilaði eftir, nei ég vil ekki þetta og bara hrærði og svo bara einhver sem dróu, svo dróu hún aftur responsibility. það er líka alveg frábært þegar maður fær svona Þetta er bara staðfestingu, svona, sko. alveg Já, svona, þú veist, já, taktu já, þetta til þín. já, Herði, en ertu til í að stokka og kíkja í spil fyrir mig? Segja mér svona eitthvað sjá. hérna spennandi. Ég held ég þurfa að fá þetta til þess að koma og lesa fyrir saumaklubin. Já, það ekki. Ef hann er tilbúin til að láta gera slíkt. Ég vissi að þú fengir stjörnuna einhvern veginn, fann á mér. Já, var það? Þú ert með þú ert með 7 í mynd Já, og þetta spil myndi ég svona í stuttumáli túlka sem svona svolítið hyggspil. já, Nú er ég búin að leggja rosalega vinnu í þetta, já, eitthvað. já, Og býttu á ég að halda áfram að vökva eða á ég að halda áfram að sinni þessu eða á ég að fara að snúa mér eitthvað öðru eða þú veist, þetta er svona smá svona já, endumat, já, endumat. já, Stjarnan í miðunni, 17. já, Þetta er náttúrulega bara uppfylling áska og heilun og það allt, það er bara, þú ert bara stjarnan og bara vert í þessu flæði. já, Þetta er bara allsnægta flæðið. frábært. Svo farið átt í sörðum Ú, og þá fær maður að tala um býttu, ert að ofhugsa þetta eitthvað? ég er poppit. Þarftu ekki eitthvað aðeins að bara sleppa tökunum á því, þú veist. Þetta er eiginlega spil, mér finnst þetta að vera svona stikkorði fyrir þetta spil, það er ofhugsun. Já, Þú veist, ég er mjög hugsa, dugleg í því. já, það er þannig að þetta er náttúrulega aðalspilið Já, og uppfylling óska og bara heilun á öllum sviðum já, og bara, þú veist, þetta er dásalegt spil. já, sem er Og yndislegt, bara frábært. kemur oft líka upp, það er næsta spil á eftir turnunum. Já, Þannig að þetta kemur oft upp eftir svona eitthvað erfitt tímabil eða já, sérst mikla vinnu eða mikið álag eða eitthvað já, svoleiðis. Þá kemur þetta spil á eftir. Og líka ef að maður fer að tala um talnaspeki og tarot, já, og þá eru margir sem hafa gaman að því að leika sér að því, þú veist, hvaða tarot er mitt fæðingaspil. já, Svo þá ferði bara í talnaspekin og ég er til dæmis þristur, eða sérst ég er 3 í fæðingatölu, já, það er keisarinn. já, Og svo getur þú farið í þetta ár og þá telur þú bara, í staðin fyrir að telja fæðingarár, þá telur þú bara þetta ár en ammælið þitt já, og það er þetta er mitt ár. já, er það? Tekur Já, þá, sem sagt, fæðingardag, mánuð og ár. já. Ef ég Ok, tek fæðingarárið mitt sem er 1957 þá fæ ég keisarinnuna. já, En svo ef ég get hugsað mér að leika mér að því, byrju, hvað er orkan fyrir þetta ár? já, Og þá er það stjarnan hjá mér og ef þú ferð alveg og deilir því, þetta er 17 sko, ef þú deilir því alveg niður í 8 þá er það já, styrkurinn.
Þannig að þetta er svakalega gott ár fyrir mig, myndi ég segja. Þannig að ég ætla Já, bara að trúa því. ég held að það hljóti að vera gott ár fyrir mig líka því að ég er líka með 17. Frábært, frábært. Dásamlegt. Ég, Já, þetta með ofhugsun er 100% rétt. já, Þá var ég svo á ofhugsa að ég varð að hætta öllu sem ég var að gera og fara út að labba og bara mm, róa mig niður. tæma hugan. Já, tæma hugan, bara anda, þú veist, vera eins í sólinni, horfa á vatnið, horfa á Mm. fuglana, horfa á fólkið og bara Þetta er ásannlegt. komast aftur inn í mig, sko. Mm. En Bara að heyra fuglasöngin, það er bara alveg já, dásanlegt, já, sko. það er líka bara, náttúran hún er svo mikilvæg, hún gefur manni svo mikið. Ég menn bara að því ég er nýbúin að vera heilan dag á Snæfellsnesi og ég kom alveg svona tilbaka, þú veist, af því að Frábært. það bara orkan og útivera er bara svo mikilvæg fyrir okkur öll og bara skiptir svo miklu máli að vera úti í náttúrunni og þó að við búum í Reykjavík eða hvað hans ég er reynda að býja í Hafnarfirði að þá að bara að fara út og anda að sér ilminum á gróðrunum og svona, já, bara njóta umhverfisins. Það er alveg dásanlegt. Ég reyna að fara út að labba hverjum degi, sko. Já, Og ég er svona svolítið byrjað að hjóla. Að ég reyna að já, hjóla á sömurinn og hérna ég hjólaði 21 kilometr um daginn með í nokkrum góðum törnum, sko. Ég já, tók frábært. hádegismat bara í hérna háskólanum og og svo fór ég í kaffi og kjarrarstaði og bara, þú veist, ég Já, þú tók bara fórst alveg, alveg svona á milli, já, já, frábært, já. Æðislegt að taka það svona í áfengum. já. En þú ert búin að vera núna að skipta þér svolítið að pólitík. Já, ég hef alltaf verið pólitísk. Já, En aldrei verið flokksbundin fyrir en að ég er eina af stofnendum Sósíalistaflokksins á já. sjötugsaldri, hugsaðir. Mjög Að, gott. við, Einhver tíma að byrjar allt. já, ég hef alltaf verið með mjög sterkar réttlætiskennd og bara en einhvern veginn aldrei haft áhuga á flokksstarfi, sko. Nei, Einhvern veginn munaðalaus bara. já, Og síðan er ég sérst búin að vera virk þar, meir og minna. Uh, Þar til fyrir 3 árum þá dró mig í hlé. Ég var í framkvæmdastjórninni og hérna gjaldkeriflokksins já, og ég fann ásamt öðrum konum þá fundum við þetta húsnæði og það þurfti að taka þar allt í gegn og við vorum hann í marga mánuði í því, sko, og byggum til sem sagt samstöðuna á það allt, það var já, allt sem sagt bara sem sagt þurfti að gera allt, sko, frá það þurfti grunni, að já, já, og vinna hljóðdeyfingar og almennlegt gólfefni og svona svo það myndi ekki vera bergmál og alls konar svona og svona alltaf kaupa tæki og tól og þetta allt. já, Ég var alveg í þessu öllu og við vorum eiginlega, sko, með allt orðið klárt í COVID-inu. Þannig að þú veist, já, þegar félagsheimili var loksins orðið tilbúið til að taka á móti fólki þá mátti enginn koma út af COVID. Þannig að einmitt, já, það var svolítið bakslag sem kom í já, það. skiljanlegt, já, En nú er flokkurinn 8 ára gamall, já, 1. maí, og samkvæmt lögum flokksins að þá getur formaður framkvæmdastjórnar ekki verið lengur en 8 ár. Þannig að Gunnar Smári var hvað sem er að fara frá sem formaður. já, Þannig að það var svona búið að vera lengi ólga svona í fólki. já, Það er svona, það er aðalega bara, myndi ég segja bara stjórnana stíll já, eins manns sem hefur smitað svona út frá sér, sko. já, Og í staðin fyrir að stíga það bara niður eftir 8 ára formans setu og gefa öðrum bara svæðið, sko, þá ákvaðan að bjóða sig aftur fram. Og eins og hann sagði sjálfur frá þarna kvöldið þegar hann var búinn að missa sætið að hver vill hafa fyrirverandi formann inn í framkvæmdastjórn ef það kemur nýr formaður framkvæmdastjórnar, hver vill hafa gamla formanninn inn í framkvæmdastjórninni? Það engin, bara, nei, það gengur ekki upp. nei, Þannig að ég horfi bara bjartsýn fram á við og við erum búin að, sem sagt, það fólki sem að var þarna alveg frá byrjun, hörku dulegt fólk, ég er ekkert að gera lítið úr því. Þau nei, eru búin að vinna alveg bara kraftaverk fyrir flokkin, já, en það er engin eilífur nei, nei, og þau eru búin að sitja, sko, við, og svo er sósíalistafþing á hverju ári og þau hafa aldrei þurft að endurnýja umboð sitt. Aldrei. Þau hafa handvalið inn í stjórnirnar alveg frá byrjun á milli þinga
og já, síðan er talin upp einhver nafnaruna á sjósæstaþingum og samþykkt bara einróma og það hefur aldrei komið mótframboð fyrir núna. Þetta er í fyrsta skipti í sögu flokksins sem að eru alvöru kosningar og til þess að geta náð í gegn að þá vorum við búin að hittast þarna nokkuð mörg já, og undirbúa okkur mjög vel undir hérna það sem við vorum að gera og já, við bara töluðum okkur sjálf niður á hvort við vildum fara í framboð og síðan gerðum við það sem einstaklingar en við töluðum saman og sem sagt unnum sem hópur já. og þetta er stærsti hópurinn sem að hefur unnið í raun og veru innan flokksins. Til Þannig að hamingju. hérna, já og þetta ég bara er mjög bjartsýn og hérna Og í hvaða við, hlutverki ertu innan stjórnarinnar? ég var kosin varaformaður framkvæmdastjórnar núna þannig að Til við erum að hamingju fara, með það. já við erum að fara að undirbúa núna fyrsta félagsfundin, við fengum það í gegn með lagabreitingu að það yrðu félagsfundir einu sinni í mánuði, Já, bara fast já, og þá ætlum við að hafa bara flotta fundi, það já, sem að er allt tekið fyrir, við erum búin að vera í gegnum árin með marga litla fundi sem eru illa sóttir og er ekki að skila okkur í raun og veru neinu sem heild. Einhverju, ekki, ég segi kannski ekki neinu, en ekki nógu nei, sem nei, heild. nei, Og hinn almenni félagsmaður hefur ekki haft nægan aðgang að einhvern veginn starfi flokksins. Þannig að við erum að breyta þessu. Það er komið í lög að við verðum með félagsfund einu sinni í mánuði, þar sem verður matur, við já, takk. borðum saman og við ætlum að hafa þetta svolítið svona hérna bara eins og samfélag. Og byggja Þetta var bara sann. upp svona, já, byggja upp grasrótuna og síðan ætlum við að fara í mikla uppbygging út á landi. Hinga til hefur landsbyggðinu verið stjórnað frá Reykjavík og Já, það bara gengur ekki. Það er bara þeir verða að fá að velja sína menn og konur þannig út á landi bara sem vita hvað þeir eru að tala um. sjálfsögðu, já, Og þannig að við erum alltaf að breyta því. Það er búið að stopna, sem sett í lög, að það eru búið að stopna, má stopna svæðisfélög. Það já, var ekki í lögum flokksins. nei. Þannig að ég bara horfi bjart fram á við og hérna, Það er þannig að gaman að þetta, fylgjast með þér. ja, þetta var bara spennandi. Já, en þú ert náttúrulega með stjörnuna fyrir þetta ár. Já, og styrkin. Það er styrkin, eða velgengnin. Já. Og hérna vantilega búin að leggja spil til að kanna framtíð flokksins. Nei, reyndar ekki. Ég held þú Ég er þurfur búin að að gera vera, það á næsta ég held ég var fundi. að gera það, sko, já, ég held ég Já, var að taka spilið með bara á næsta fund. já, þegar þú ert í orkunni með þeim. Já, en svo yfirleitt dettur svona, ég hef verið að kenna sko voða mikið á vetuna og yfirleitt dettur svona starf oft niður svona yfir sumatíman. Fólk vil Já, bara fá að vera úti og vera í sumrinu. Það er svona júli, ágúst er voða lítið að gerast svona í það er í þessum geira. öllu svona vegna þess að fólk er bara úti. Já, Þá- og öllu félagarstarfi bara. Já, Það verður að gefa fólki bara, þú veist, tækifæri já. til að vera í sumrinu á Íslandi og hérna, þannig að í haust verð ég bara laus með námskeið ef fólk hefur áhugað þá getur það bara haft samband Ég sitt og netfangið þitt hérna fyrir neðan myndbandið, já, þannig að þú takk fyrir fundir það. það Já, og haft samband við þig og já, hérna og einmitt panta þig fyrir litla eða stóra hópa. takk fyrir það. Mér finnst það lang skemmtilegast að vera með hópa. Það er náttúrulega, það verður svona dýnamík Já, sem er svo skemmtileg, þannig að það er alveg frábært sko. já, það Nei, myndast svo skemmtileg spenn. ég bara þakka þér æðislega vel fyrir komuna og fyrir þetta skemmtilega spjall og hérna við flöggum bara áfram stjörnunni og skínum skært Já, á takk. þessu ári og Sömuleiðis. hérna og bara látum hlutina ganga upp hjá okkur. Gerum það. Ég Góða passa ferð. að ofhugsa ekki. Já, og góða ferð. Þú ert að fara út. Ég er bara út, já. Þakka þér fyrir, Skan, takk.